too old for this shit. Tveir á toppnum í samstarfi við Rekus á Íslandi. Rekus leigir út skrifstofur og vinnuaðstöðu fyrir bæði einstaklinga og fyrirtæki, stór sem smá. Rekus með 15 starfstöðar á Íslandi og rúmlega 7000 stöðum í 900 borgum og 850 flugvöllum út allan heim. Allt sveigina lausnir og þjónustu Rekus á rekus.is. Ránkvoldu hlustendur, þeir að hlusta á 2 á toppnum, þátt númer #133, sem einnig annar þáttur ársins 2026 og kemur í kjölfar áramóta skaups uppskesins okkar, sem rétt eins og sambarlegur þáttur ársins 2025, stefnir í að verða vinsælasta þáttur þessa árs, sem þó varla byrja almennilega. Þetta náttúrulega rataði í fréttir, mainstream median. Einmitt, Jakob Bjarnar. Já, sló í gegn á df.is. Sló í gegn, við þurftum eiginlega að fá hann einu sinni í mánuði, eða svo. Já, það náttúrulega farin að berast eitthvað þannig kröfur utan á bæ. Nefnilega. En aðstæður okkar og umhverfi kalla skilyrðislaust á að þessi þáttur verði lagður undir Netflix-gumsið Stranger Things, sem lauk loksins 10 ára göngu sinni með lokahnykk í bíómyndalengd, sem veitan sullaði yfir heimsbyggðina á síðasta degi nýliðins árs. Og til þess að reyna að ná til botns í atburðarás þáttana, sem var á botnin hvolft í Hawkins, þar sem allt ýmist upp eða niður, út og suður á röngun eða réttunni, sjálfur Birgir Olgeirsson mættu til leiks. Takk fyrir, blessaður. Og að þið verum í svona ásuppgeri, þá náður að vera 2 ára á síðasta ári. Yes. Með stuttum millibili, þannig að þetta þriðji Birgir Olgeirssonin okkar. Nákvæmlega, loksins, fyrsta árinu. Já, þú varst í, og ekki síðasti. Þú varst í þætti 90, Mikki 17 og svo aftur bara skömmu síðar í þætti 101, þar sem að þú þurftir að raskella Tom Cruise og Mission Impossible lokakafla. Því miður. Það var geggjaður þáttur. Það var svo góð yfir. Já, en líka gaman með Vali. Maður fann til sín í Já, með Valgunnarsinni, já. Þú þá fundið til smæðar þinnar eins og þegar ég satt hérna með Ott og Arnar Eggert Thoroddsen og Jakob Bjarnar í síðasta þætti. Fannst þetta smæða þá? Já, Jakob sagði það, því að ég eini sem ekki búin að klára háskólan á. Alveg rétt, einmitt. En bussbrátið sem að heldur utan 2 á toppnum. Já, semst forrit, þetta svona vefsíða sem heldur utan þáttinn. Þeir voru að skila svona uppgjöru svona eins og Spotify gerir með year-in review eitthvað bla bla. Sem bara fyrir okkur. Já, en það alveg sumt að þessu nú þannig upplýsingar að málu deila því, sko. Ok, geðugt. Þannig að við vorum upplýstir það 2 á toppnum eru bara gangi í 2 ár. Lengsti þátturinn okkar 117 mínútur. Jesus Christ. Og meðalengd þáttur 69 mínútur. 69. Wow. Og á síðast ári 2025 þá tókst okkur að gera 50 þætti. Wow. Sem að leggja sig á 3447 mínútur sem við fáum aldrei aftur tilbaka. Hefðum gert 52 þætti ef þú hefur ekki farið í hjartastopp. Já, ég ætla að segja það, sko. Það eru 52 vikur í árinu og við erum 2 vikum undir og það náttúrulega bara út af hjartastoppum, sko. Einmitt. Og við erum með hlustendur í 70 löndum og 439 borgum, þar sem Reykjavík, Kópavogur og Akureyri skipa 3 eftir sæti. Sko, hvað verið að lýta sig ykkur? Ég nefnilega, þetta kannski ágætt að við tölum það, ég nefnilega hefur aðeins verið að skoða þetta tölu, Tóti, og ég hef stundum verið að hugsa að það sé einhverju botar eða eitthvað. 70 borgum? Út af því þetta 439 borgum. Believable tölfræði. Já, mér bara, þegar ég var að skoða þetta, sko, mér hugsa til þess, sko, að því að við erum fáum húsnæði hjá Rekus sem við erum í einhverjum 700 löndum og skriljón borgum út allan heima, við erum alveg bara farin að sleikja samstarfsaðilann. Ég elska svo mikið að þú hafir við býðið bara bera þetta upp að borða þessu líklega borða. Ég held að önnukenningin sko, þeir eru svo akademísku þáttur að þetta getur verið námsmenn. Já, það getur verið. En það sko hætti að hlæja, brandarinn ekki búinn. Það fleira sem hægt að styðja með alls konar. Og Ísland eðli tungumálsins samkvæmt, efst á lista yfir þau lönd sem fólk hlustar á 2 á toppnum. Einræðis Bandaríki Norður-Ameríkur í öðru sæti og einhver hluta vegna kemur Svíþjóð þar á eftir
þótt við höfum aðeins öruggar heimildir eitt hlustanda þar, Stefán Atla Sigtryggsson, einmitt, en það eru kannski fleiri Já. eða hann svona duglegur að hlusta líklega það. nema, já, ekki bottar, ég hef ekki pælt því. Nei, ég nefnilega, það ímislegt annað sem er svo 439 borgir. Ég bara, ég á eitthvað erfitt með það. Þú átt eftir að skoða þetta. Já, sko. ég á eftir að skoða Þú átt eftir að crunch the numbers, sko. Ég tek þetta náttúrulega bara face value, sko. Já. Sé bara fréttagildið. Hei, wow, 439 borgir, það finnst þið. Hvað eru marga borgir í Við heimi? gerum bara ráð fyrir okkar að hlustunartölu séu Já. Og svo er það raunverulegar. 3 vinsælustu þættir ársins. Þar er náttúrulega þáttur 127 bannað að hlæja. Já, Langvinsælustur, Öddi Blöð, stóð alveg í gegn. Það var þetta ógeðslega góð þáttur. hann var lang vinsalastur. Já, og í öðru sæti er þáttur 82 sem einmitt var áramóta skaups uppgjörið í fyrir hvað, skaupið 2004 þegar Jakob var hjá okkur fyrir slétt árið síðan. Já, Þannig að ég er að tala um að núna þessi virðist alltaf gera eitthvað svipað. Þessi þáttur sem við vorum að hlusta á að taka upp í síðan. þannig að við tókum næst vinsalasta þáttir okkar í janúar. Já. Og í þriða sæti það er þáttur 91, Adolescence þátturinn með henni nýreknu Kolbrúnu Bergþórsdóttur sem öngaði sig yfir okkur og braut 8 álæti sem kom til strákana, sko. Já, og misti vinnuna á Morgunblaðinu bara Já, í núna bara um síðustu- daginn. Já. Þetta er gaman byggja því þú ert náttúrulega aðdáðandi þáttana. Algjörlega. Við vitum að þú hlustar, þannig að það er gott að tala við þig um þetta. Maður það greinlega að vera landsfrægur eða með eitthvað svakalegt antivógrant til að ná toppin í okkur. Já, býtir rólegur, sko, því að svo eru aðra leiðir, sko, því að við höfum út að tala um það áður að það að koma í 2 toppum getur verið svona stökkpallur til frama í pólitík. Það voru nú nokkri gestir í fyrra sem voru bara komin í nýtt jobb sem aðstofamenn, hún aðstofamenn forsætisráðherra og Já, Kristín Ólafsdóttir, meðal annars. Já, og Björn Ingi Hrafnsson sem kom í þátt sem aldrei var sendur út en hann var samt aðstofamaður Sigmundar Davíðs bara eiginlega strax eftir það, sko. Það var tragedía maður. Já. Heyrðu, og svo bara núna undir lok síðasta árs þá fengum við Jónas Má Torfason í heimsókn. Hann var í þætti 129 undir fyrirsögninni Puff Daddy, Stranger Things og meira stöðutjekk og hann er búinn að bjóða sig fram í oddvitasæti í prófkjöru Samfylkingarinnar í Kópavogi. Við kvöttum hann eindreiði til þess að bjóða sig fram í 2 tónum. En hann var ekki til í það. Nei, hann vildi ekki lonsa frambúðinu hjá okkur sem gæti komið í ljós seinna meira að hafa verið afleikur, sko. Mér finnst það líklegt. En hann allavega færi alveg fullan stuðning okkar, ég ólst upp í Kópavogi og sé fram á að búa þær aldrei framar, þannig að ég styð Jónas alveg heilsugar. Já, eina sem gerist fyrir mér er að ég misti vinnuna. Einmitt. Þegar kom í þáttinu ykkur. Já, það er það sem það kom fyrir þig. Bein orsaka. Og play for a hausin maður. Í flútti, þessi þáttur spratt upp úr því að við oddummistum vinnuna. Einmitt, þetta tengist allt. Já. Já, og ef fyrst að Jónasar þátturinn þetta nummer 129 sko var með Stranger Things eitthvað, þá kallast hann bara eiginlega á við þennan þá. Þetta er allt í samhengi. Þetta tengist allt. Það er allt skrifað bara fyrir honum. En áður en við tökum Stranger Things sem er alveg rosalega mikilvægt mál, þá eru nokkur atriði sem að bara verðum að fara yfir, sko. Fyrsta lagi náttúrulega er söfnunin fyrir Mikki Rork sem að átt að bera út. Hvað gerðist þarna eiginlega? Ég skil ekki, þú birtir þarna einhverja söfnun á Facebook. Það byrjum bara þannig að ég sá frétt að sem sagt ætti að bera hann út úr einhverju 3 herbergja Spanish eitthvað kondó í LA vegna þess að hann skuldaði $59,000 í leigu og mér fannst þetta alltaf hræðilegt, ég minnst ekki mjög vænt með hann mann og hef alltaf staðið með honum í allir hans geðveiki og áföllum. Svo bara líður ekki sólring og þá bara er komin svona GoFundMe söfnun. Aðdáendur bara, við erum að hjálpa honum. Já, þetta voru aðdáendur, alltaf. Já. Þetta var aldrei hans nafni. Nei, það kom ljós að þetta var einhver vinur eða vinkona aðstóðarmanns eða aðstóðarkonu hans. Allavega þá bara skotgekk þessu söfnun. Þetta var bara, við vorum bara búin að ná upp í leiguna bara á sólring. Og svo ég vildist vel með þess að alls konar diss á hann, sko. Frægi kallar geta nú bara sko minkað við sig ef það er eitthvað vesen og þetta sé allt honum að kenna sem er líka alveg rétt. Nema hvað, svo bara fílar minn maður náttúrulega ekki að vera eitthvað með bettlista og vera aumingi, en hann kemur á Instagram brjálaður og segist frekar myndi sko stinga byssu upp í raskata og svo hleypa af frekar hann að fara að biðja fólk að styrkja sig og vill ekki sjá þetta. Það er svo gott að segja alltaf að setja byssu upp í raskata á sig. Já, og ég veit ekki sko, svo er hann bara komin í rifrildi við þessa aðstoðamannesku, alltaf ekki bara búin að reka hana eða eitthvað, ég veit það ekki.
sú eða sá virðist vera sko að fönda þess að búin að leigja fyrir hann hótelherbyggi og lúksushóteli og að borga allt sem tilfellur sko í bíli. Þetta hrikalegt mál. En mér fannst þetta að vera úr karakter fyrir minn mann að vera að byggja svona penning en að sjálfsögðu lagði ég inn $25 bara strax af því að ég mér finnst ég skulda honum miklu meira. Hann einmitt, hann komin í svolítið svona, hann var að taka þátt í einhverjum raunveruleika þáttum í Bretlandi. Já, hvað heitir þetta ekki, Celebrity Big Brother? Jú. Og sem hann átti að fá fullt af penningum og svo náttúrulega var hann svo dónalegur og leiðilegur, hann var rekinn út bara eftir nokkra daga og fekk miklu minni penning. Já, Byggjar, þú búin að fylgjast með Mikil Orka? Nei, hvað síðasta Mikil Orkmynd sem ég sá var Iron Man 2 held ég. Já. I want my bird. Já, þetta var nú bara versna síðan þá sko. Já, en náður að safna í $59? Já, þeir voru sko, ég held að þetta hafi verið komið bara upp í 100. Nú, ok. En og ég vona að hann sjá að sér og þykki hennar penning, annars fæ ég vantilega endurgreiðslu. Svo fór ég líka í sjokk, hvað var ég að móðga minn mann með því að vera gauka á honum 3500 kalli. En mér fannst þetta samt skrítið sko, þetta er náttúrulega svo taklænið í Harley Davidson Marlboro menn sko, it's better to be dead and cool than alive and uncool, sem útlæst á þýsku cool bleiben ist alles og þá er maður náttúrulega ekki að biðja peninga á ókunnum sko. Hvað er hann núna gamall? Hann er 73 ára. Já. Hann er svolítið búin að brenna svona brýr. Hann er búin að brenna allar brýr svo oft sko, hann er náttúrulega þrisvar krassaferlinum alltaf náðar upplýsu, hann í Wrestler og Sin City, hann var alltaf alveg búinn fyrir báðar helmyndir sko. Já, hvað eru comebackið mörg? Heldur sér alltaf 3 svona sem eru marktæk sko. Svo er hann bara að leika einhver rusli sem að fer ekki sko, alltaf ekki að segja lengur beint á D.O.D. Ég veit ekki hvert þetta fer, bara beint í eitthvað streymi. En það fylgir nýjustu fréttir samt að hann er búin að vera að fá tilboð núna í eitthvað rusl. Ok. Og svo var það sko, cherry on top það kom fram í eitthvað rétt að þetta hús sem var verið að bera út úr þarna bjó Raymond Chandler rithöfundur einhvern tímann sem er upp á rithöfundur minn og annar andlegur leiðtöði minn sko, þannig að þetta allt Þetta tengist allt. Þetta er þemað í þessum hætti, það tengist allt. Heyrðu, svo bara verð ég að koma því að ég er búin að horfa á The Lowdown sem að þú varst að tala fyrir löngu síðan. Já. Og ég hef engan áhuga því að Ethan Hawke í þessu. Ég náði aldrei að klára þetta, ég náði bara rétt að byrja þetta. Veistu hvað þetta er byggið? Ekki hugmynd. Þessi þættir hafa aldrei verið sýndir á Íslandi sko. Þetta er mjög gott og Ethan Hawke er frábær, ég hryggi mig að þurfa að viðurkenna það og þetta er gott stöð sko. Það gerist í Flórida eða ekki? Nei, er þetta ekki New Orleans? Þetta var ekki Tulsa. Er þetta Tulsa? Ég held að þetta sé annað Oklahoma dæmi sko, eins og hjá Stallone. Og þetta er einhver engaspæðir og hann lendir í alls konar. Já, ef þú klára þetta ekki sko, Peter Dinklage byrtist í einu þætti sem virðist bara hafa verið til þess að fá hann sko, alltaf jafn skemmtilegur. Og Graham heitin Green. Hann mæli með þessu? Algjörlega, já þú mælti með þessu. Ég mælti með þessu. Og ég nefndi ekki að fylgja ráðinum af því að ég þól ekki í þann okk, svo vantaði mig eitthvað. Ég er komin í alveg á Homehorf núna. Já, hvað það? Pluribus. Já, gott. Þessi gæi maður, Vince Gilligan maður. Þetta er svo mikið anda alls ekki anda, þetta er náttúrulega sci-fi dæmi sko, þetta er alls ekki anda Breaking Bad en bara, þú veist, hvernig hann gerir þættina sinna, þú veist, þetta er svo mikið slow pace, þetta er svo mikið persónusköpun, þetta er geðvögt og þetta ég er hálnaður og þetta er náttúrulega síðast þátturinn er búin að droppa. Já. Og þetta er bara, internet er bara lóandi, þetta er svo gott sko, það er allir að missa sig. Þetta er svona og það er búið að grínleita framhald, eða season 2. Er það ekki það? Maður upplifir byggið þegar maður horfir á þetta sé svona event, þú veist, svolítið eins og Breaking Bad og Better Call Saul. Það var ekki að segja að það er svolítið langt í seríu 2, eða ekki? 100% sko, það kemur ekkert óvart sko. Sem maður er að taka sem í ákvæðum fréttum að þá ekki drífa. Já, ekki að fara í einhvern rush. Já, og það er einmitt, ég veit ekki, ég held ég hef sagt það hérna í einhvern þætti áður að þú veist að alla streymisveitina voru náttúrulega keppast hann en það sem hann basically fekk frá Apple var bara sko endalaust tími. Þú veist, þau voru bara, þú mátt bara gera hann að þátt whenever, skiptir okkur engum alveg sko. Og taktu bara þennan peningabunga. Já. Besta dæmið af þessu kannski True Detective að þú veist, hann sagðist að það hefði verið gaurinn einhver 5 ár með fyrstu seríuna og svo þarf að pizza og selja og skrifa og allt það sko, en svo kemur setni serían allt og fljótt og er ekki góð. Nei. Heyrðu, svo bara rétt Fallout verti 2-4 þættir komnir. Já, ég er rétt búin að horfa á fyrsta. Já, þetta heldur síns mér og náttúrulega okkar maður Aron Moten Goggins er frábær. Ekki Aron Moten?
Aron Moore. Íslendingur? Já, jú, hann er ágættur sko en Goggins náttúrulega ónar þetta sem hann þetta gúl neflausi gæðin hann Svo er náttúrulega aðaleikonan með þau stærstu augu sem að ég hef séð á leikonan Disney augu Já, sem gerir hann mjög heillandi hvað heitir hann aftur? Purnell Já, manna nema bara að í þætti 3 þá bara dúkar upp Macaulay Culkin bara krakkin úr Home Alone er bara, þú veist, og er bara góður mér finnst þetta frábært, þess vegna þurfti ég að koma að Macaulay Culkin er í þætti 3 Hann er einhvern svona side karakter Jú, hann er væntanlega mögulega hann bara dauður sko nú þegar hans drafst ekki on screen en gúlinn sprengdi hann allt eitthvað Ég sá hvað viðtalið daginn það er svo gaman að hvað hann er tekst að vera heiðalegur svona ás að vera eins og hann var að tala sko þekkir Joe Pesci Joe, og hann svona þekki Joe Pesci, ég veit ekki hvað ég segja veist, maður vonast til að myndi segja bara Joe Pesci er svo pappi minn sko Nei, hann var bara, já, við erum svona málkunnugir, hættus Þetta er Joe Pesci náttúrulega mjög annarlegar fyrir að vera frekar erfiður sko En þetta er örgulega, hann er náttúrulega svo mikill fíkill og dópisti, hann er búin að fara í gegnum svo mörg A-prógram, hann er bara svo heiðalegur, hann getur ekki logið. Hann lítur alveg vel út í dag, já, hann er búin að jafna sig. Hann er ekki búin að jafna sig á pappa sín, sko. Nei. Hann talaði mjög illa um pappa sín. Já, hérna í John Candy heimildamyndinni, þá bara John Candy náttúrulega var indi við hann í Uncle Buck og hann var í Home Alone líka. Candy, sko. Hann talar það í þessu viðtali, hann segir hann sko hann fór í Saturday Night Live og hóstaði það einhvern tíma 90 og eitthvað og vantarlega 1-2 eitthvað svoleiðis og hann talaði að pappans vildi að hann myndi læra alla línunar fyrir þáttinn, vel að fá menn svona cue cards bara og lesa línunar af að því að pappans þoldi ekki þegar hann sá að leikarinn voru að lesa cue cards það mátti hann ekki taka þótt á krakka hann var svona harður Já, gráðu líka þetta er svona típur svona frægu barnaforeldir sem náttúrulega exploita krakkan alveg út í óendanlega Ég meina, hvað gerir maður ef að krakkið manns verður allt innu bara fræðasti krakki Nú reynir að græða eins mikið á hann og svo var hann dúkkaði líka upp Kumail Nanjiani var hann ekki mislukkaður Jedi-riddari í Obi-Wan þáttunum skemmtilegur Alveg rétt Erum við að tala um Silicon Valley? Já, við erum að tala um Silicon Valley, já Silicon Valley, hann leik í Eternals Já, Eternals Átt að fá risa rullu Erum við að tala um uppistandi þjóðan núna? Getur þú gert það? Ég veit Nei, ég veit ekki hvað samingir og nefna Hann dúkkar hann upp í Fallout Já leikur einhvern agalan töffara Sander Harkness og svo bara rétt í restina að var að byrja þetta er BBC þættir held ég þetta sé á Amazon Prime líka The Night Manager, season 2 þetta er Tom Hiddleston í svona njósnaraleik sko og Hugh Laurie var mondikallin í fyrirserinu Hún var að tala mjög góð, eða ekki? Jú, þetta var ógeðslega gott stöf og það eru 2 þættir komnir og þetta lofa mjög góðu sko, hvað alltaf verið 2016 sem að fyrirserinu kom og þá var alltaf að tala um að þetta væri bara eins og atvinnumsókn í Bond-hlutverki hjá Hiddleston sko Maður er ekki búin að horfa á þetta sko Erst þú búin að horfa á þetta byggja? Nei, ég horfa á þetta, ég bjó sko einn í litlu herbeggi hjá mömmu í Mosó þegar þetta var í gangi 2016? Já, rétt árið ég byrja með Dóru sko og þetta var RÚV þetta er svona RÚV þættir Ég horfði á Beast in Me Já, ég er búin að sjá það Já, ég líka og ég ég var bara nokkuð ánæður sko með sérstaklega fast með aðleikarinn sko Já, vondikallin Já Hvað ætlum við spoiler hefi umræðu? Þú mátt bara spoila þess Já, við bara pössum bara hér kemur spil Einu sem ég sá þáttum þegar áður ég fór að horfa á hana þetta var svona ádæla á true crime Já, og þessa fixasjón sem allir er konum með Já, og og hvernig þau sem búa til true crime sem sagt seriurnar og podcastin og allt þetta þau eru svona ég veit ekki hvað ég fara að djúpt í þetta en þau eru svona self-obsessed og svona já, er ekki vola nærgetinn sko það fannst mér svona áhugavert en sko fyrsti þáttur og ég hef bara ok, hann gerði það það er ekki mystery hvað er ég að horfa á en þá er þetta smá svona Columbo-feelingur að þetta er, hann gerði það en hvernig kostar upp með þetta svona út þáttir sko sem að verður alveg mjög áhugavert Akkurat, þetta er hvað heitir hún Claire Danes hún leikur rithöfund hún býr og svo flytur einhver milljónumæringur í hverju sem er einhver svona fastegna þetta er svolítið svona Robert Durst það er beina vísanir í það sko Það ekki það? Jú
Einmitt. Hún vill ekki að hlaupastíg svo hann geti joggað þarna í kringum fínu húsin. Einmitt. Þetta er góð eftir, ég var ánægð með það. Var alltaf leið. Mér finnst hann leika þetta vel líka. Gæinn, sko. Já, góður, þetta var fín psykopat. Hvernig hann var svona einhvern málar, þetta var allt mjög vel hérna, hann var eitthvað svona ekstra insane. Þegar hann var að borða kjúklingin, sko, ég ætlaði að fara að kýla sjónvarpið, sko. Píti, hvernig borðaði hann kjúklingin? Það er svo hundur, sko, þetta er ógeðslegt. Svo hundur. Sorry. Þá erum við, viltu bæta ykkur við? Nei, það var bara svo geggjur sena þegar hún segir við hann, hvað það skrifa næst, Ruth Gainsbourg, hann bara boring. Það er alvara, því hún var í kulnun, sko, og með ritstíplu og allt, og Ginsberg, einmitt. Já, og við náttu hennar og Skalía. Okkur skrifur ekki mig, ég miklu áhugaverð. Algjör síkum. Eigum við þá að reyna átt okkur á Stranger Things? Já. Stranger Things, einmitt, þetta er 5. síðasta serían, þetta er rosalegur event, þetta er alveg með stærra eventum, svona í sjónvarpsheimum. Dýrasta sería sögunar, einmitt, þetta springur út 2016, þetta átti bara að vera ein sería, væntanlega, einhverja krakka, 80s feelingur, einhver mystería, hverfur eitt krakkin, Will, við erum náttúrulega hlustandi við spillum, gerum áfyrir að fólk sem búið að horfa á 5. seríu. Þessi sería kemur út bara til margsum það hvað þetta er stórt, það eru komið bara nokkur ár síðan, 3 ár síðan að síðasta kom út og þessi sería kemur út í 3 lagi, það er eiginlega ótrúlegt sko, fyrst koma 3 þættir, svo 3 þættir voru ekki 4 þættir í nóvemberlok, svo komu 3 þættir bara á annar jólum, var ekki droppað eitthvað svoleiðis og svo bara á gamlástag 2 tíma loka hnykkur, bíómyndalengd og við vissum það svo sem í þessari seríu þá þið vegna aðal vondikallinn hann var aðal vondikallinn í 4. seríu og þau virðst vegna en hann var náða að sigrast á honum í lok 4. en hann var ekki alveg dauður þannig að hann er ennþá til í þessari og þarna er Hawkins sem er aðal bærin hann er orðin, það er einhver herstöðan inni og herinn er einhvern veginn bara komið fulla starfsemi í The Upside Down þetta er svona, þegar maður leggur þú veist öll spilin á borðið bara fyrir upp að þessa seríu og finnst mér svona strax svona afhjúpast hvað þessi seríu fannst mér svo mörguleiti svo ótrúlega formúlukend sko að þetta var svo mikið bara svona heyrðu, við erum að gera þetta tölum þetta, ég ætla að taka út hluti hérna til þess að sína ykkur hvernig ég ætla að leysa þetta ég er með eitthvað gorm, svona gerum við þetta ég ætla að tekna okkur töflu og allur hópurinn er þarna Já, sko, ég veit ekki hvað skal segja, ég er náttúrulega með væntanlega eitthvað kenningar en bara, sko þetta er 10 ár sem maður tekur sem að koma þessu til skila það er alltaf þessi löngu hlé á milli og þetta er náttúrulega svakalega krútlegir 5 krakkar í fyrstu seríunni sem er orðnir, 25 ára 21 til 5 eitthvað svoleið, sko og þetta er náttúrulega þessi Duffer bræður, þeir náttúrulega sko sterkum áhrifum frá, þetta er E.T. og Goonies og náttúrulega það sem ég fannst alltaf það sem að dró með þessum í byrjun var náttúrulega þessi geggjað 80s feelingur þetta náttúrulega gerist þarna frá 83 til 7 þeir eru stödd í 87 núna sko. Nei, 89 89, já, það fara það langt Já, okay. Hérna Last Crusade þurfa að horfa á hana Já, einmitt Ok, og hérna og það er alltaf lög er rosalega stór Já, þetta er bara 80s lög og bara allt þetta er bara, ég bara var alltaf bara að fara í flashback, bara upplifa bara æsku mína ég er 2 árum eldri en þessi krakkar tæknilega sko, persónuna og hérna, og svo náttúrulega er þetta ofboðslega Stephen Kingst sem að heitlaði mig líka náttúrulega til að byrja með og krakkarnir voru frábær og svo er náttúrulega eitthvað að tala um núna að þetta hafi náttúrulega alltaf verið keyrt meira á karakterum og persónum og sjarmerandi leikurum heldur en kannski einhverjum söguþræði en það tókst ótrúlega flækisti á þessu Já, sko, flækisti er orðið þannig að ég man, þú veist, þegar þessi sería byrjar þá er ég alveg bara, býtu, hvað gerðist í 4. seríu? Þá man ég að þá var einhvern veginn smá nýbyrjun einhvern veginn í þáttunum og það verður þessi vegna er að ræna þarna drepur einhvern eða rænir einhverjum eða eitthvað og þetta er orðið mjög dulöld þetta er svolítið Nightmare on Elm Street dæmi þegar fólk er að sofna vegna var að taka krakka eða unglíka sem voru veikir fyrir og þetta drepa þá til að opna portal yfir í Upside Down hann þetta 4 þá sem hann gerði og nær klára með því að taka sér max að í lokin og ferði inn í 5. seríu þá þarf hann 12 til að opna alveg þetta er búið stjúpid sko en allt í lagi þetta er það sem úrst verið að koma þetta snýstum að opna milli heima og náttúrulega í fyrstu seríu þá er náttúrulega 80s hetjan Matthew Modine leikur hérna eitthvað
einhvern styrlaðan vísindamann sem eitthvað að fikta í að opna eitthvað á milli og með svona karriböld, svona shining krakka eitthvað með skikning á það. Já, það sem 11, Millie Bobby Brown. Já, sem aðal og algjörlega springur út og fær skjól hann í Hawkins. Svo man ég þegar þú varst að tala herinn, því að svo náttúrulega hann búin að drepa störla tvisvar Matthew Modingæin en svo þetta núna einhvern veginn þetta búið að breytast í Grænland, bandaríski herinn kominn og herinn að stunda sömu tilraunir eða halda áfram þar sem að Matthew Modin skildi við og sjá náttúrulega fyrir sér að það var náttúrulega alltaf að vera weaponæsa allt og Demogorgon og vekklausi skrimsli eins og Linda Hamilton sem nú aðalvondurinn í þessu þeir eiga að vera að drepa rússa í Rússlandi ekki hér Munið þið hvað gerist í annar og þriðju seríu? Óljóst ég horfði á aðra seríu í einni beit í flugi til Los Angeles 2017 en allt það sem náttúrulega í 3 er að gefa Billy Já sem sagt í seríu 1 þá þetta að leita vil Já leitum við að vil í 2 þá kemur eitthvað sem heitir Mind Flayer það er stóra kóngulóin og fer eitthvað í hann vil aftur Númer 3 þá ertu að koma með Billy sem verður andsettin af þessu öllu hot ungi gæði með síðahárið og það endar í Vestlumist síðahárið, sítt aftan á kamerúmi sítt aftan akkurat og hann bróður Max sem rauðhærða stelpan já og það var svo það fjórða sem er allir í Rússlandi nei, það er þriðja held ég er mestan partí í Rússlandi fjórða er að stórum hluta að fjalla þetta þessa veknasögu og hvernig hún verður til ég var ánægður með 4. seríu og meðast hún geggjuð já, út af því að vekna, þetta var geðvig og vondikall og þetta Nightmare on Elm Street dæmi að geta komið með svona smá þannig reffa mér þetta bara fáránlega vel hefna já, líka baksagan að því hvernig það gerist inn á þessari stofnun eða hvað eru með þessum Dr. Brenner sem er Matthew Modine sem hann tóttir að vísi einmitt en þetta er einmitt það 4 var svo gott stöf og það 3 ár síðan það kláraðist og þá hefst biðin alltaf að bíða en eins og það blas við mér þá hef ég alltaf haft gaman að þessu og alltaf haft áhuga en ég gleymi svona alltaf á milli og við byrtum nú eitthvað list á toppfólki á Facebook yfir hvaða 4 eða 5 þætti og þetta að horfa á til þess að svona rifja upp fyrir þennan lokanig og ég hugsaði að nei, fuck it, ég nenni ekki þannig að ég alltaf að koma ferskur að þessu ég man ekki eins og hvað krakkarna heita bara já, ok, en þetta nær mér alltaf Já, það akkurat þetta sem þú segir, það væpið í þessu þáttum sem heldur manni við þá og þetta er svo mikið feel good væp þótt að sé á að vera horror að ég hef alltaf svona gefist upp á þessu en alltaf endaði með að horfa á þetta aftur nákvæmlega, kemur alltaf tilbaka já, og það er einhver stemningana sem er bara geggjuð Muni, hvernig ykkur fannst eins og horfðu á fyrstu 3 þættina strax í þessari seríu þegar þeir kom út fyrstu 4, já, ég horfði á fyrstu 4 minni hvernig fannst ykkur þeir góðir Muni, hvernig ykkur fannst öðru þættinum gerist náttúrulega að sama sem og ekki neitt þú ert bara á skiptakkanum bara í eitt að reyna finna eitthvað essens þriðji lít upp að 4. Ég man í fyrsta þættinum þá eru þeir 2 að rífast Nancy gæðnir, Steve og Jonathan og þeir klifra upp eitthvað rafmagnsturn ég man eftir því já. Nei, maður man alltaf ekkert mikið enda ég horfði á þetta bara alveg bara 4 í beit og svo beið ég og svo kom á annan jólum þá tók ég þess að þrá en í mildinni, þá er ég búin að gleyma öllu sem ég voru að horfa á bara í fyrsta kasti svo horfði ég á þetta, já ok þetta sæmilega spennandi, það voru gaman að sjá hvernig þetta að klára þetta, svo er ég búin að gleyma því líka þegar ég settist niður á gamlástaf eða nýjástaf, ég gleymi bara þetta er bara eins og maður sé bara erased, bara Men in Black bara puff, bara hvað var að gera síðast, já ég maður ekki það sem er náttúrulega vandamálið við þessa seríu Númer 5 er að hún á að vera svo svakalega stór og mikil það á að ljúka svo mörgur sögupunktum einhvern veginn en og það er ótrúlegt að þetta er hvað margir klukkutímar á efni, þessi 5. sería hún er hver þáttur að lágmarki klukkutíma þannig að þetta eru 10-11 klukkutímar efni það er koma litlu til skila það er endalaust stopp á sögunni þar sem ég ætla bara í borðið en það er endalaust stopp á sögunni þar sem þau eru búin að setja upp eitthvað svakalega mikilvægt og eitthvað þannig þá kemur bara svona
ég veit ekki hvort ég að segja það, bara hvað mennur bara, ég var að hugsa með 11, þú veist, ætlum þið ekki ennþá væntum og maður bara, og þetta er ekki eitthvað 5 mínútur, þetta er 20 mínútur. Þetta er svo satt, það er alltaf að plana eitthvað og síðan það er einhver að stoppa til að tala um tilfinning. Það var alltaf eitthvað trúnó, sko. Og þetta er náttúrulega svolítið margar personur og á þessum 8-10 tímum hvað þetta er, þá þurfa allir að eiga svona duo moment, það sem er bara að tala, sko. Já, og svo þurfa líka allar personur alltaf að vera, alltaf. Þegar að vera að útskýra eitthvað eða þegar að vera að skipuleggja eitthvað, allar personur mæta alltaf vera að gera eitthvað plan. Hvort sem þeir eru með Dustin og krakkana eru að reyna að bjarga þeim úr stöðinni þú veist, þetta er alltaf og það er alltaf nýttur einhver hlutur í að sína við gerum þetta svona og maður er aldrei nokkur nær og karakterinn að segja það sjálfur bara, ég skil ekki neitt og það er alltaf, þau eru í ykkur algjörlega lífshættulegum aðstæðum og eins og þegar Nancy og Jonathan eru í þessum kjallara hvað þeir eru þarna og það er að leika í gumsinu þarna það er tíminn til að taka korter í að ræða sambandið maður er og enda ná þeirri loka niðurstað þau haldið sér að fara að deyja þau ákveðast að vera bara betri vinir en þegar þau voru par en samt eru þau að fara að deyja og maður hefur náttúrulega aldrei neinar áhyggjur af persónum þú veist, ég hafði engar áhyggjur af þessar persónum myndu deyja í þessu atriði Það er líka þarna, þetta er eitt feil allavega, það er mikið búið að kvart yfir þessu og svona aðdáendahópurinn sem er alltaf gríðarlega stór, þetta er alveg fáránlega vinsæl, það er splitt fólk sumir eru bara brjálaðir, bara yfir þessu allu og aðalega þessum kjaftavali sem að brestur hann alltaf á og svo náttúrulega voru allir einhvern veginn, eftir þetta búið þá var allir, býta okkur drápust ekki fleiri þú veist, það held allir einhvern veginn að einmitt, þetta er frekar mikil ógn og mikil feigð, en einmitt ekki meiri feigð en það, Oddur hefur aldrei áhyggjur og þú hefur alltaf áhyggjur og ekki einu svo, og það er kannski núna, ég heyra okkur og við erum kannski svipað með þessa seríu, þú veist mér fannst, þetta var orðið aðeins og formúlkent fyrir minnsmekk, þetta var bara alltaf sama þetta er alltaf sama formúla, við þurfum að make a plan og hér eru allt í einu 50 manns það eru konur svo margar personu svo þurfum við að tala um tilfinningar okkar og býtum nú, hvað ég ætla að segja og sérstaklega fór þessi lokaþáttur sem að vera 2 tímar lengt hann fór alveg sérstaklega í mig og þetta loka dæmi allt saman og út af því að í fyrir seríum þá var búið að íta undir svo mikla mysteríu eins og með hann mindflayer þú veist, þetta var allt svo flott, það var svo mikil mystería sem þau neldu einhvern veginn í 4. seríu sérstaklega aftur fannst mér en þessi lokaáttur, þetta var í rauninni bara svo Marvel-myndið Já, það var alveg og ég elska Marvel já. Bara, eins og fræktir og löngu orðið Þetta er bara eins og ég sagði við þig held ég á spjallinu að þetta er búið að maður bara hvernig ætla þau að redda þessu með teyjubissum og þú veist, sem að var búið að vera ógeðslega krúttlegt í gegnum alla seríuna að þeir eru krakkar, sérstaklega í fyrstu seríunni þau telja sig bara að vera með getuna til að takast á okkar skrýmsli og eru með teyjubissu og eitthvað þannig halda þau að gert eitthvað en Eleven kemur á reddar sem er fyndið en krúttlegt svo í þessari þá eru búin að undirbúka svakalegt plan hvað það gerir þetta þau basically labba þarna inn og berja skrýmslið til dauða og vinuna rætir öllum afhauðsarann það er enga kænsku neitt bara berja til dauða það atrið fannst mér líka svo skrítið og Duffy bræður hafa vist hjá sig eitthvað með þetta í viðtölum að þeir hafa verið íhuga að gefa honum eitthvað svona Darth Vader moment þar sem hann myndi hjálpa þeim og vera góður og svona, heyrðu það er nú alveg daðra við það finnst náttúrulega tráminn sem að gera þann vondan þeir er einmitt daðra við það og svo kemur hann, nei, mér er alveg sama þetta er svo slaft og svo þegar hún kemur og þetta er svo, þessi bandariska hefnigirni og það rifju upp öll atrið þar sem einhver dó hérna Sam Vice Gamgee dó hérna í annar seríu eða eitthvað dó og skemmtilegi Hellfire gæinn og þá er hún að hakka á hann hausinn þetta er unbelievable, þessi bandaríska hefningin kannski er ég bara íslenskur og norrænn og trú á betrun og allt þetta fyrir þetta dæmi, en ég fekk ekkert út úr þessu mér fannst þetta svolítið brútal svona á íkt með þetta mamman en mér fannst þetta kannski svona aðeins maður svona, að því þú varst búin að tala um að hann var svona aðeins búin að reflekta á tráma sem fylgdi þessu, en svo mannst það bara þetta er svona pure evil þú veist, hann átt alveg innan gætt var bara skilið Jú.
Og samt svona, þetta var svolítið, maður hefur lesið lýsingar á aftökum á Íslandi þegar að vera hálshöggva menn með einhverjum ónýtum öxum eða sverðum hvað alltaf, þetta er svo mörg högg Og svo þessi steitkindur og það augljóst að því að núna bara búið að leggja upp bara Stranger Things Universe í Netflix að þessi steit sem augljóslega vondikallinn sem augljóslega vonda veran eða það sem þetta eða hvað sem þetta Mindflayerinn Mindflayerinn, hann í steininum sem einhver gæi í ferðartösku í einhverjum undirgöngum í ferðartösku var með og gefur ljós að veknaði bara algjörð fórnanlega bísu Já En þetta með að því að það búið að byggja svo mikið upp en þetta náttúrulega hvart yfir að drepist enginn sem skiptir máli og það nú ég las eitthvað mjög læra greinum að þetta að því að þeirra Stranger Things byrjar þá erum við bara ennþá bara að vaða blóðið úr Red Wedding og Walking Dead og að búið að ala okkur upp í því að lykilpersónur bara geta að tekja upp og að drepast en það gerist náttúrulega bara ekki og svo líka, þetta svo lausnin einhvern veginn svo einföld eins og byggir að segja þegar það afgreiða þennan veknagaur eftir allt sem undan hefur gengið gátuð ekki bara gert þetta fyrr eða Akkurat, og líka þetta með að engin dó mér finnst það líka bara cheap þú veist, það ekkert mál að drepa eitthvað karakter það verður ekki hvað gerist heldur hvernig og af hverju sem miklu starf ágefni heldur en endilega einhver dó en svo líka alltaf eitthvað svona halda því einhvern veginn yfir manni þú veist, það alltaf bara, if I die, you die, if you die, I die eitthvað, eitthvað að deyja og svo alltaf, hef ég nú haldið að þarna var ekki bara loka þætti, eða síðasta þætti í þarna þessum 3 þátt á millikafla þá eiginlega bara Hopper dauður Sheriffinn David Harbour, hann fer þarna og bara springur allt þá var hann frá Nei, svo ekkert skýrt, svo hann bara sprellhress í byrjuninu og næsta. Fjórða skipti sem að hann deyr. Feik á dauða, í þessu þetta-seríu, Og þá verður þetta náttúrulega, dauðin verður algjörlega merkingarlaus þegar hann alltaf einhvern veginn verið að kýtla með honum og svo er þetta alltaf feik. En vinur minn orðaði þetta nokkurn veginn ágætlega, hann sagði bara, þetta er bara sápa, núna. Þetta er ekki... Svo telenovela. Þetta er bara... Já, og svo náttúrulega bara svo annað í þessu sem að gera þetta erfitt áhorfs að það nokkru leikarar sem að voru góði sem krakkar að ég reakta en núna þegar þau standa undir korters monologi sem þú veist bara Will leikari Noah Schnapp gjörs alveg hræðilegur bara, þú veist, það var náttúrulega rosaleg opinberun með hans karakter sem enginn bjóst við kemur ljós að hann hommi það bjóst engin við þessu það er svolítið áhugavert að löngraða það og náttúrulega þetta er fyrsta skipti sem að Stranger Things er reviewbomba að trilltust náttúrulega sá hópur Maka Nation eitthvað bara biluðust yfir því að það var eitthvað gæi að koma út úr skápnum allt ónýtt svo það sem að mér fannst áhugavert þetta að ég var að horfa á þetta og ég bara wow, big deal, hvernig hommi það er allir saman það, svo myndi ég, þetta var big deal, hann hefði geta mist vinnir, mér fannst það nefnilega mjög illa, mér fannst þetta svo í sérstaklega þessa séru, það fyrir ekki ofta engan sens fyrir þetta væri in the 80s og þarna einmitt þegar hann er að tala um þetta þarna er bara, þú veist, þessi gæi líklega bara að fara að deyja úr AIDS, skilur þú veist, ef hann er að fara alls þarna upp sem hommi og whatever, skilur bara hræðilegu tími fyrir samkynniða bara samfélagið og svo framvegis ótrúlega margir sem deyjur þessum sjúkdómi sem kemur hann upp og eitthvað þú veist, maður fær enga tilvinningu fyrir þessu, hvað þetta er merkilegt og mikilvægt og í þessu ræðu, þetta fór eiginlega bara í töðunar með og ég var bara, hvað er að gerast með verknaðilega? Nei, af því að ég náttúrulega, ég var alveg frekar meðvitaður á þessum tíma, ég var alveg úlingur þannig að, þú veist, ég þurfti að minna mig á þetta var big deal að því að þetta var einhvern veginn svo mikið bara í vók samtímanum allt í kringum þetta, Ég reynda glemdi þessu punkti orði tíðrandar þarna í 80, Svo bara svo klára það, George Michael og Freddie Mercury, þeir þurftu náttúrulega 80 eitthvað pukrast með að vera samkynniðir og þegar George Michael sagði Andrew Ridley þetta í Vamma, það var skítrættir bara þetta verður bara búið, bara ef þetta myndi leka út bara God forbid, þannig að þetta var big deal, en þarna var þetta einhvern veginn big deal en samt ekki, og svo einu sem hann þurfti að gera var að koma út úr skápnum og þá var hann komið yfirhöndina í stríðinu við vegna ég er ekki hættur Svo annað sem að
Millie Bobby Brown sem leikur Eleven sko, hún alveg gjörsamlega skelfileg sko. Ég átti mig á þessu, þetta leikurinn? Ja, sko, Akkur er hún svona? annarkvæmt stað, ég meina, hún varla með línur í þessu þáttum sko. Það nefnilega mjög dullugt og alltaf svona einhvern veginn á skjön sko. Súlandir face allan tíman sko og þetta svo það annarkvort var hann bara skrifur svona sér þátt sko, að því kenningin svo sko, til dæmis af hverju verður þessi stelpa sem heitir Holly sem litla systir Mike hún orðin bara einhver huge karakter sem að ég þarf að fylgjast með í 5. seri á Stranger Things sem maður búin að fylgjast með 10 ár, þá kemur einhver lítið stelpa og þú bara með henni miklu meira heldur öllum aðal karakter og hún þetta geðið leikona sko, þessi stelpa hún stóð sér ekkert eðla og maður svona fór að velta fyrir sem voru bara þetta kannski ættum við að fókusera þess að þetta nefnilega stóra mysterían og fyrir mig, ég hef aldrei séð Millie Bobby Brown í neina öðru veit hún var einhver Sherlock Holmes myndum Enola Holmes hún að því að sko Eleven var náttúrulega ótrúlega sérstök og átti að vera rosalega sérstök og var rosalega sló að hún ólst upp á rannsóknarstofu en í seríu 2 og 3 það er hún komið karakter hún er alveg komið karakter og með tilfinningar og hún hrifin af Max hún hrifin af Mike og komið sítt hár og farið í promkjól dansar og syngur og svo í þessari seríu sko þá ég veit ekki hvað það að gera sko það er líka eitt með því að það er svo mikið endurlitum alltaf flashback og það er svo mikið flashbackum úr 1. seríu og það var ekki að hjálpa neinum þarna sko bara minna mann á hvað þið voru ógeðslega mikil krútt og sjarmerandi og sætt fyrir 10 árum sko Er það þá bara það að þú veist þáttastjórnendur Duffer bræðurnir eru bara við erum bara með aðaleikunin sem bara getur ekki leikið Já, mér finnst þetta ógeðslega áhugaverð stúdía sko því að þau voru svo ógeðslega góð öll í 1. seríu að það bara hvort þau sé ekki nógu meðvitað til að vita að sé að leika þeir bara að segja hvernig þeir reakta þannig að þau eru meira að reakta heldur en að leika skilur og svo núna eru með mjög þunga díóloga að flytja þá sko sem að hinga til voru bara fyrir gaurin sem Hopper ég man ekki hvað hann heitir leikarinn David Harbour bara alltaf þegar hann var með svona monologum hann bara svona hann er góður Svenna rætir og fleiri sko svo þetta sett í hendurnar á þeim sem krökkum og það bara, þetta algjörlega hreinur sko, fyrir mér Ég sko, ég er búin að spá svolítið í þessum krökkum og ég held að sko Finn Wolfhard, sem leikur Mike ég held að hann sé eini sem eftir að verða eitthvað áfram sko hann eldist vel, hann er bara komið nýjan sjarma, ekki baby sjarman sko, það eitthvað við hann fyrir utan það hann líka með allavega aðra tána í It heiminum, hann Stephen King sko og bara svo ég segja það strax að því að It Welcome to Derry var að klárast daginn, 1. seríu af því þetta allt mjög svipað 4-5 krakkar í einhverjum lúseraklúbbi að berjast við, það var engin munur á Pennywise og Vecna, nema Pennywise morðuðu trúðurinn miklu flottari og þetta er ofboðslega svipað sem í gangi í Stranger Things núna og It og Welcome to Derry er miklu betra Já, en það er sama, þú veist, það er herinn líka gaufast í þessu, ofboðslega svipað En það var annað hún Sam Max það er alveg flott leikuna Já, mjög góð henni spátlum sem einhvern fram og hún er að fara að leika X-Men eða eitthvað, hún er að fara að gera alls konar dót hún var bara í einhvern hjólastól þú veist, hún var bara dái í þessari seríu ekki bara það, henni tókst einhvern veginn að útskrifast og hún hefði mist 2 ára skóla sama tíma þau ekkert mál Nei, það er líka svo stelpa sko, hún var svona mér fannst hún svona mátulega skemmtileg í fyrirþáttunum en þetta er greinlega, hún eldist vel sko hún alltaf kemur ekki 9 ára sko hún kemur inn, hún er komin alveg vel á aldur sko þá hún kemur inn Ég var heldur ekki trefin af sko Steve og svo hann besta vinan sem að missi náttúrulega Hellfire-gæðan hann var rosalega reið Dustin Henderson hann var skemmtilegastur í fyrstu sérum hann er náttúrulega ekki eðla skemmtilega góð hann er fýll leikari og hann á eftir að feril sko á Broadway, hann er ekki þar hann er komin bara strax hann er búin að vera þessi krakki sko búin að leika í Vesalingunum á Broadway og hvað þannig sko hann á feril í því sko en já, það voru nokkri sem að já maður veit ekki alveg framtíðin á þeim í þessu kannski Nei, svo fannst mér sko karakterarkin hjá Nancy Wheeler mjög áhugaverður sko hún var bara með haglubissu hún fer bara frá því að vera svona úlingur sem er eitthvað ristir í skólablaðinu eitthvað sko og bara full Ripley bara Sigourney Weaver þetta er bara þetta er bara frá E.T. yfir í Alien bara það var einhverja umræða hana hún hefði raun ekki verið með neitt
ark, þú veist, neitt að gerast í svona 2 serjur. Já, en ég var bara skotin í henni, mér fannst ógeðslega töff þegar hún var komið með haglarann og þetta 80s ár, sko. Sáldra niður hermenn með vélbyssu, það bara, hún hafði ekkert fyrir því. Nei, og mér fannst hún bara, mér fannst hún eiginlega bara geta, það verið að taka hana bara þarna og skutlinni beint í Red Dawn, myndina með Patrick Swayze og þeim þegar voru þegar rússar riðust inn í Bandaríkin. Legendary 80s mynd, sko. Nótabenni voru þetta ekki, rússneskir hermenn, þetta voru bandarískir hermenn, bandarískir grundu, það sáldraði niður, sko. Og svo lélegi samt, sko, ég sá nú eitthvað bent á að textum að gera, sko, bandaríska herinn að svona stormtrooperum veiters. Hitt ekki neitt, get ekki neitt. Sko, ef ég hef fengið að ráða og ef ég myndi gera þess að þetta einhvern veginn, þá myndi ég helst kannski bara, þú veist, ok, ég veit ekki hvernig, ef þú ætlar að klára þetta, þá verður þetta alltaf erfitt, þetta verður alltaf ströggl. En eins og með hennar loka átt, þú veist, getur ekki haft, þú veist, mindflayerin bara meira eins og hann var hann í fyrstu og annari séri og haft hann svona svartan og haft hann miklu svona dulafyllri og haft meira svona mystík í þessu. Hann verður mér kannski mátt vera meira omnius, bara svona, og svona yfir presence yfir öllu, sko, að því að og bara fókusa meira á vekna og veknaðir eru meira svona devious og controlling, sko, og það þurfti actually eitthvað plott til að stöðva. Og ég hefði viljað sjá þessi Demogorgons, það mikið tala það líka á netinu, hvar voru þeir, en það meikir ekki sens þeir ekki verið hana. Nei, okkur var hann einhvern veginn á mótið í lokabardaganum. Þetta var bara að labba þarna inn og berja. Trublum hann aðeins eitthvað. Þetta er ótrúlega lokaþáttur, þeir eru pælið, sko, en það ekki spáðið sig, en það var þessi lokaþáttur til þess að það bara kom upp samsæriskenningar að það væri 1 þáttur eftir. Conformity gate. 9. þátturinn, hann átti að koma út í gær, kom ekki. Sem að það eru heldur góð pæling, þannig að sér, svo fanbase sko það eitthvað bara, þetta getur ekki verið svona, þetta sé alltaf, við vorum öll bara komin í vekna heila þótt, sko. Já, vekna að búið til einhvern veruleika og það bent á bara ýmislegt eins og, þú veist, það var hann einhver, hvað var þetta? Það var einhverju leikara sem sátu með hendur í skauti eins og vekna. Allir sátu eins og hann, sko, og það eru litir á hlutum voru að breytast eins og, sko, kannski svolítið djúpt í þessu, en Holly Wheeler, þegar hún er að rifja upp minningarna sínar, þá sér hún svona merry-go-round og hún segir þetta skrítið, þetta var gult, akkur að grátt og svo er Steve að snúa útvarsendirum, þá er hann grár en hann átti að vera rauður. Einmitt. Það er svona fullt af svona hlutum og maður bara svona ok. En þegar maður sér það, maður bara droppa þessu, það er ekkert það fer ekkert í ramma í myndið að þætti sem er það ekki af ástæðu, sko. En svo er að koma eitthvað making of documentary núna 12. og ég held að það sé það sem allir voru vona að ætlast til þess að væri eitthvað þetta sé ekki búið. Svo er eitt sem er náttúrulega gjörsamlega galið við þetta er að þeir setja upp Broadway-sýningu sem er Stranger Things, sko, sem fjalla þá hvernig Henry verður vekna og þú átt basically að vita hvað gerðist þar til að geta svona svolítið áttaði á sumum hlutum í 5. seríu. Gjörsamlega galið að þá er þetta, sko, í rauninni að þannig að þegar hann lítið strákur í hellinum, sko, þetta fjallar að stóru part það við fáum bara að sjá bara lítið brot af því í þáttunum þannig að þegar við hittir hann að vísa þetta mann, sko. Það er nefnilega alveg rugla, sko, að gefa okkur ekki meira í þessari seríu. Það er nefnilega einmitt farnir á þessi stein góður, það var runtime til á lausu til að gefa okkur þá útskýringar í staðin fyrir, þú veist, öll þessi samtöl sem að bara Svo þegar þátturinn er búinn þá er ennþá 40-50 mínútur eftir. Nei, þegar uppgjörið er búið, þegar búið að drepa vekna, þá eru 40 mínútur eftir. Þegar þátturinn er búið. Þá þarf náttúrulega að leyfa öllum líka að eiga sín moment, sko. En svo er líka komið eitthvað spin-off, eitthvað, ég held að þessi, ekki bækur eða bók, það er eitthvað svona ævintýri Nancy Wheeler, sko. Það er eitthvað, og svo kannski þessi lokanhyggur, þessi 2 tíma mynd og allt þessi þættir. Þetta er náttúrulega kannski, las nú eitthvað gagnrýndi að þetta verður Guardian, sagði, sko, þetta fer ógeðslega vel af stað, þetta er svona bara mannlegt, eitthvað, þroskasaga krakka, bara frímlegt og skemmtilegt og enda bara í einhverju CGI bulli og ber þess merkir að Netflix hefur bara, viljið please teygja þetta alveg eins og þið mögulega getið, sko. Þetta er sennilega, sko, öflugast sem Netflix hefur gert original, sko. Já, stærsti IP-in, væntanlega. Já, þeir ekki væntanlega keyptu House of Cards, eða ekki? Jú. En þetta er samt stærri en það, sko, miklu stærri en það. En House of Cards og Stranger Things eru í rauninni ábyrg fyrir Netflix-sprengjunni, sko. Og Orange is the New Black líka, ekki? Ég man það ekki. Ég man að það kom hann eitthvað var mjög unnselt, en
Já, þetta er áhverð, en við eigum nóg, sko, Stranger Things ekkert búið, sko, eins og við erum að tala um, þetta er bara eins og horfa á, sko, þegar Marvel að tilkynna næstu bíómyndir, þetta er bara þannig, það er bara Stranger Things, einmitt Nancy, eitthvað, og það er eitthvað Tales from 87 eða eitthvað, það er eitthvað 84 eða eitthvað. Það er alveg sjens á þessi Holly Wheeler þarna minni leið eitthvað hóp og þá farið þau inn í 90s. Já. Þú veist eitthvað þannig. Það var alltaf nýr spilahópur mættur hérna í bláendinu, sko. En ég er enda að velta fyrir mig herinn. Svo fór hann bara. Hvað áhrif hann hafði á sögum? Það var svo skrítið. Og svo eru búið með skrýmslið, búið með vegna, komið tilbaka. Já, herinn, shit! Já. Þetta var svo skrítið. Það er líka, sko, að því að sem ég hef líka verið hrifin af með 80s tenginguna, það er búið að vera svona alltaf einhver í hverju sérvildi, svona eitthvað svona old school svona 80s hetja, sko, leikari Paul Reiser og náttúrulega Sam Weiss og Carrie Elwes og Matthew Modine og Robert Englund, sko, þarna er Linda Hamilton sjálf, sko. Þetta er bara Sarah Connor mætt, sko. Algjörlega vann í, sko. Já, eins og eitthvað, hvað voru þeir að ná í hana til þess að gefa henni hvað, 5 mínútur af skjátíma líka við, sko. Ég skil ekki ennþá, sko, þau ætla að búið til fleiri 11 börn, sko, komið ljós, sko, en samt einhvern veginn, fannst mér þetta algjörlega það var þessi endalausa hliðasaga og allt sem þetta eiginlega tengdist 11 og var alveg hrikalegt. Ekkert resolve á því, sko, ekki neitt, sko. Og svo, þarna gerist þetta eitt sem ég var mjög ánægð með. Það er oft verið drulla yfir tiltekinn þátt í annarri seríu, það sem 11 er komin út í einhverja borg og kynnist þar fullt af einhverju fólki. Já, heimist, kynnist þarna fólki sem er alveg eins og hún, meðal hann systur sinni eitthvað svona systur, eitthvað. Kali. Hún kemur bara aftur í þessari maður. Já. Jó, hún gleymir alveg, bara, systir, hvað? Þannig að ég var, þá var ég samt með, Hopper, sko, ég treysti nú ekki þessari systur, sko, best að skjóta hana strax og hún fyrir eitthvað að, gerist líklega. En svo er eitt sem er stórmerkilegt. Frank Darabont, leikstjóri Shawshank og Green Mile, hann sem sagt, kom út úr retirement til þess að leikstjóra 2 þáttum í þessu. Hann leikstjóri þætti 3 og 5 í þessum lokaník, sko. Og ég er svolítið fóruðin að vita, sko, því maður horfður þátt og þú veist auðvitað getur ekki gert eitthvað bara algjörlega þitt, sko. Nei. En fannstu einhvern blæðbræðmun eða fannst þetta að vera stönd? Þú veist, hann bara mætir, fær sér kaffi, action, að sko, þessi Netflix-pródusentur séu á döffur bara. Já, sko, ég veit ekki, hann alltaf fekk allavega sjá handritið. Já. En ég bara sá þetta bara í kreditlistanum, ég hef aldrei fattað að þetta var einhver annar svipur, það var einhver kongur. En þeir voru aðdáendur verka hans og vice versa, þannig að hann ákvaða að slá til, hann tók sér viku í að hugsa málið og hann var að hætta bara það leiti sem að Stranger Things byrjaði fyrir 10 árum síðan. En þetta er náttúrulega meistari að laga Stephen King að, sko, hann á þarna hefðuna Green Mile, Shawshank Redemption og Mist. Þannig að hann kann þetta upp á svona 10 og bara krúttlegt. En ég veit ekki hvort það finnst svo stönd, þetta var ekkert einhvern veginn blásið upp, þetta er alveg geta að fara fram hjá mig, sko. Sammála því þetta líka. En bara eitthvað svona skemmtilegu nugget svona. Ég tók ekki eftir neinum muni á neinum að þáttum. Já, þetta var og maður fann líka smá, fundið þið ekki hvað leikararnir og bara krakkarnir voru þreyttir, sko. Sem er náttúrulega gjörsamlega galið því að þau eru set for life út af þessari seríu, fjárhagslega, að bara, eru í alvörunni það, þú veist, ég er að reyna að sletta sem minnst, bara eru þið það bara kokki að þau bara, ég þarf ekkert Stranger Things. Nei, þetta er náttúrulega unga fólk í dag er svo kokki. Nei, menn að ég alveg tala. Líka þau eru náttúrulega börn, þau eru byrjað, svo eru þau flest náttúrulega farin að þróa ferla sína eitthvað áfram, þannig að þá er þetta kannski bara truflun, sko. Þeir mun aldrei þjána svona mikið. Nei. Millie Bobby Brown er náttúrulega komin í Bon Jovi fjölskylduna. Já, og svo er hún með risasamningu Netflix. Já, hún er einn af þessum leikurum sem að vinnum bara gamla stúdíókerfi, sko. Þú bara í vinnu hjá Netflix eins og Bogart og þessi gæðar og allir bara fastir hjá sínum stúdíóum, sko. Já, ég var að fara við launatölunar og leikurinn, sko. Hann vinur hana og hann vinnur okkar Harbor, þau eru launahæs, sko. Svo kemur þessi core vinnahópur, sko. Millie Bobby er aldrei inn í þessum upptalninga því hún er með eitthvað annan dýr. Shit, sko. Það er eins gott að Harbor sé fá vel borgað, það getur verið eitthvað lítið að gera hjá honum. Þetta Lily Allen dæmi ætlar að teikna jarðan, sko. Búið Lily Allen. Já, þetta er búið að skila samt það miklu peningum, sko.
Heldur hann enda ekki svo mikið ork eftir 20 ár. Getið gaukað með þetta? Fyrir eftir hversu mikill fíkill þú sko. En bara, þú veist, að því þegar ég búið með 5. seríu, ég á mér ekkert líf, ég áttum á því, sko. En ég ákvað að horfa á fyrstu 2 þættina af 1. seríunni. Vel gert, já. Djöfull þetta geðveikt. Já, þetta var svo gott. Sko. Og það er svo skemmtilegt líka, sko, að karakterinir allir svo stórir, þeir eru með svo einkennandi karaktereinkenni sem svo skemmtilegt að horfa á. Joyce mamman byrjar eins og hún sé óþolandi en verður svo algjör hetja því að hún bara fer beint á í hættuna því barnið mitt í hættu, það mun ekkert stoppa mig í að koma því tilbaka bara upp með exina, Hopper þú veist, lögreglustjórinn sem bara ef hann fær ekki svörin, hann kýlur þau út úr þig rosalega góður gauður sko, harður nagli djöfull þetta allt geðveikt sko. Svo sá ég viðtal við Duffy-bræðurnar það sem að þeir eru að lista upp sko, öllu referensum þeir eru ekkert að fela það þú veist, þeir bara stela öll eins og þeir tala Stephen King, Steven Spielberg þeir tala alla myndir sem stela frá og þeir tala Hopper og bara við vildum bara að hann væri Harrison Ford og við letum bara horfa á Harrison Ford og það er bara allt í gegn sko og mér sé að bíllinn hans beinvísun í allt í Jaws þú veist, Cary Elwes leikur bæjarstjórinn í Jaws þú veist, þetta er bara og þetta vel hugsuð þessi fyrsta sería hjá þeim, ógeðslega vel hugsuð Hvað eru þeirra, ég ger ekki náðu mikla rannsóknum við Duffy-bræðurnir, hvað eru þeirra að fara eru þeir bara að fara að hanga í Stranger Things heiminum? Þeir væntanlega vera með pródúsera stimpil á öllu sem kemur til þeir verður kannski ekki hands-on alveg en þetta eru teiknimyndaþættir, þetta eru leikniþættir það er endalust af okkur dótið framöndan að því svo líka sko, þegar maður að velta fyrir sér sko hvað þetta eins og með Duffy-bræðurnar þeir munu setja nafnið sitt á eitthvað fullt af einhver Netflix-efni sem að þeir kannski munu ekki sem hafa stjórn á ekki sko. Þannig að þeir eru peningin einhvað kemur hræðilt út sem að þeir bara þess að Russo-bræðurnir sem að gera Avengers-myndirnar þeir eru búin að setja sinn stimpil á einhvað Netflix-efni sem bara algjört drast með það sem þeir hafa gert sjálfur sko. Og þeir eru bara fastir í Marvel þeir bræður sko Nei, maður bara velti fyrir sér komast ekki neitt hana þessu Netflix-batteri eins og þú veist að segja sko viljið please lengið þetta, nei, það var ekki viljið please lengið þetta og það hefði þetta þú veist við viljum fá þetta í 3 lagi við viljum fá 4 þetta fyrst 3 þetta svo ljúkið þessu á 2 klukkutíma þetta hefur verið þannig einmitt en svo er náttúrulega þessi kjaftafa ég sá einhverja kenningum að þetta er sko sniðið að þörfum TikTok-kynslóðarinnar sem að er aldrei að horfa þó þau séu að horfa sko en það þarf alltaf að vera að segja þeim aftur sko bara aðri karakterar að koma þessu til skila sko hann var reyndar einn gaur að aðeins að pota í þetta hann sagði sko sjónvarp er basically búið að vera svona frá byrjun því að það var alltaf gert ráð fyrir að brjóta saman þvottin eða eitthvað svona líka meðan að horfa á það sko en þetta er orðið helvíti augljóst núna sko Þeir eru fara að koma eins og í Marvel myndnar sko þú veist, þeir eru komið í Captain America berst við rauðan hölk og hann útskýr af hvernig hann berst við rauðan hölk og maður bara veit alveg af hvernig hann að berst við rauðan hölk En sko ég einhvern veginn mér fannst þetta náttúrulega bara geggja eins og byggjar að tala bara fyrsta serían og þetta bara ógeðslega gaman en svo bara, ég gleymi alltaf jafnóðum þannig að ég kom að þessu ég ger enga kröfur og ég var alveg bara sáttur, mér fannst ekki eitthvað svikin eða það væri verið að hlunnfara mig með þessum pakka sko Nei og mér fannst alveg bara allt í lagi að horfa á þetta en ég gleymi þessu bara jafnóðum og þetta fer bara í gegnum hausinn á mér sko. Eiginlega algjörlega sammála, það var ekki fyrir nefnt í loka þetta sem ég var bara ert að grínast almáttugur Hefði ég þurft að horfa á þess að þætti línulegri og ekki verið með spólatakkan sko þá hefði ég átt mjög erfitt sko en mér finnst eftir að horfa á fyrstu þættina í fyrstu seríunni mér finnst það svona smá hafa líka glemt þessi karakterenginni týndust svolítið mér finnst eiginlega allir orðnir eins í 5. seríu núna voru þeir að drífa plotti áfram það eru allir orðnir eins það eru allir jafn hasateraðir núna snýst þetta bara næsta töflufund allir orðnir jafn emotional maður svona engin lengur svona og hvernig voru öllarna þegar Will var einhvern veginn að segja öllum að vera að koma út úr skápnum og maður sá bara karakterana sem að voru bara Steve hefur aldrei talað við hann bara
Einmitt, já, þú ert komin Ég skal vera vinur. okay. En svo þetta, ég minnst á því síðast þetta og Oddur varst að nefna á hann sko, að tónlistavalið náttúrulega geggjað það náttúrulega því að 80s tónlist bara bestu tónlist í heimi Neverending Story í hvað þriðju seríu, annari Unbelievable, hérna Running Up That Hill sem að bara gerði Kate Bush milljónir for nýtt og svo náttúrulega að tefla fram Prince og When Doves Cry og Purple Rain í þessu geggjað og fannst það ekki underwhelming Nei, hvað ég ætla bara að því ég er með eitthvað grudge getnum sem lokaði þetta kannlega þetta er fyrst sem er bara svona leið mér þá að klára tónlistina og svo skal ég verja hann að loka þátt sko, fyrsta lagi náttúrulega Prince var náttúrulega óbúslega erfiður maður og sérvitur og er dauður en dánabúið hefur sem sagt ekkert verið að gefa leyfi fyrir svona og þeir átti eiginlega ekkert vona að þetta tækist en pældi þið gáðu leiðu fyrir þessu já, þeir segja vantarlega Kate Bush áhrifin sko eðlilega og enda líka þessi lög að skyrocket á Spotify sko. En þegar Kate Bush kemur í loka þætti eða eitthvað að farna seríu 4 og Max fucking flýr undan vegna þetta er fucking geðveikt ég man ekki eins og hvenær Prince-lögin kom með þessum síðast þætti, þetta var ömulegt það er náttúrulega hérna í restina síðast þegar Max í lefnir alveg að fórna sér þá sór hún vill inn í hausinn á sér að hugarheiminn sko og er að útskýra fyrir honum að hún verða að fórna sér sko og bla 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 og þá byrjar Purple Rain I never meant to cause you any sorrow I never meant to cause you any pain I only wanted one time to see you laughing I only wanted to see you laughing in the Purple Rain og ennþá mér í Doves Cry sko how could you leave me standing lonely in a world so cold þetta bara það verður bara tjá tilfingar með bara eitthvað gömlu stöfið på Prince sem að allavega ég er á allavega það, ég táraði sko ég þetta bugaði mig sko ég hugsa ég hefði, þó mér ekki vænt þess að krakka ég hugsa ég hefði sloppið á þess að tárast ef að þessu fantabræði hefði ekki verið beitt á mig sko og kannski er það bara eðli ég er bara velta að vinna með því hinlegum bara algjörlega sprungu út þegar þú voru í þættinum ég skal alveg kaupa þetta með Doves Cry sko það var svona aðeins að þau eru bara keiri bíl einhvern veginn en Purple Rain var mjög vel sett inn þarna sko og líka eins og ég með ykkur er bent á af öllum þessum 80s tónlistar fólki sem hefur átt lög í þessum þáttum þannig að Prince er eini sem þurfti ekki á þess að halda sko það er alveg hérna það er kannski þess að ég fannst þetta ekki eitthvað sko magnað því að þessi lög eru bara ennþá kannski já svo líka bara því að þetta er björliðin á Purple Rain sem ég náttúrulega á vínil sko When Doves Cry í fyrsta lagi og Purple Rain síðasta lagi og þetta er triggerinn í sprenginu sko ég bara eftir að tæma þetta hvort þetta sé sko jafnmarga mínútur sko í þáttunum og hérna á plötunni sko ég ætla líka að gefa þessu þætti það kredit sko að litlu frænka mínar sem eru 9 og 11 ára það voru að hlusta á mestu rusl tónlist sem ég geti verið eitthvað Demon Hunters eitthvað K-popið ég siti í bíluna, ég verð að skipta ég get ekki hlusta á þetta svo núna í desember það allt inn að koma bara maður heyra nefnir að setja á Should I Stay og Should I Go og ég bara og það er að hlusta núna bara á allt Stranger Things tónlist og það er bara að fá okkur nýja sín og tónlist pældi hvað þetta er jákvætt sko. bara ég maður dóttir mín sem hún er 17 núna þegar Kate Bush þættinu voru sko og bara hún var bara byrja að hlusta á Kate Bush bara, yes bara, og heildið þegar ég hugsa það mér fannst eiginlega alla seríuna, fyrst seríuna náttúrulega geðvik og svo þegar ég horfði aðra seríu á sín tíma, ég fílaði hana, mér finnst þú skemmtileg þriðja seríu, mér finnst þú líka geggjuð fjóra seríu var svo bara, bara ennþá bara einlega semi-comeback þriðja en fjórða geggjuð og svo þessi, þú veist mér finnst hún að halda mestuleiti en orðið svolítið þreytt bara þetta er síðast seríun þetta er nú vonda frétti því Oddur er eins og mjög hrifnæmur sko þannig að ef hann var ekki blown away í 50 umferð, þau voru öll svona svolítið þreytt en sko svo náttúrulega ég sko við náttúrulega við komum í klukkutíman við erum að nálgast öðrumörkin nei ég er alveg til að taka smá varnaræði bæði sko endin og þessar auka 40 mínútur sem að tóka að slúta þessu sko það var svolítið Lord of the Rings stemming Return of the King mér það þessi epilókur stuðaði mig ekki sko. Það er miklu meira hitt málalókin hvernig allir þessi mikla flækja er en sko þetta er sem sagt þeir hafa alltaf sagt að fara ekki lengt það að þeir eru undir miklum áhrifum frá Lord of the Rings gott ef að þeir ákvæða ekki endanlega að láta kvikmynda gera drauma sem rætast þegar voru úlingar og horfðu á heimildamyndum gerð
væntanlega Return of the King Já, það var þannig, þannig já, sko. ok, vá, geðvægt En sko og alltaf margir ógstlega pyrrar út í hennar endi og þetta er allt svo voðalega happy bara bónorð og útskrift og allt það og ég ætlaði fyrst eitthvað að fara át að trubla svo bara, nei, hey, come on þetta er algjörlega allt í 80s andanum sko. Þetta hefði allt geta verið endir á John Hughes mynd allt í voli svo bara allir kátir sko og bara við ætlum að vera vinir alltaf og bara allir geggjað sko Þetta er stemma rífus úr útskriftar klæðinu Mér var svona senan upp á þakinu sérstaklega svona, ógeðslega væminn og allt það, en við varst það svona veistu allt í lagi þetta eru svona síðgelgjur og úlingar og alltaf vera að vinna alltaf og maður situr já, þetta er fallegt róðlega vitið, lítið, elsku krakkar þau hætti að tala saman eftir 3 mánuði sko. Það sem að gera þetta bæði fallegt og tragíst sko. Og líka hún DJ útafskellan dóttir Ethan Hawke og Uma Thurman hún er nú alveg eins Uma Thurman alveg eins bara því að einn tengingi sko við vorum að tala Ethan Hawke hérna á hann sko gaman að því það tengist allt hún var geggjuð í 3. seríunni þú varst með redder þetta síðast held ég þá hún er hún orðið einhvers konar, ég veit ekki alveg hvað hún er bara svona rifja upp plan og bregðast við einmitt að segja vel að hann geti með koma út sko en já, ég held að þetta var haft í Ethan Hawke sko hvað hún er hann stór í krafti Stranger Things og þau voru feikin að labba saman og að paparazzi kallaði eftir þeim sko Ethan Hawke, ég nenni ekki myndum í dag nei, ég var nú ekki að tala við þig sko og mynda Robin geðvegt sko er svo bara endurinn þetta er náttúrulega einn af þessum óræðu endum Eleven fórnar sér, enginn var það fyrir hann að flyttu til Íslands já, það, hún fórnar sér, hún dauð, hún er átt sko, ekki fyrir hann, svo spilaði síðasta rándi í Dungeons & Dragons og vil rekur framtíð þeirra allra og þá varpar hann fram þeirri kenningu að hún sé með sprellfjörug á Íslandi þar sem hún ætlar að fara að hulda höfði þetta, ég sé mikið fyrring út í þetta sko mér fannst eitthvað svolítið krúllegt að I believe sko, að við megum velja sko. Finnst ykkur líklegt að þeir hafi eitt sko, þú veist, örugglega $100 milljónir eða meira í að koma til Íslands til að taka upp eina senu til að hafa óræðið hún sé lifandi eða ekki, hún hlýtur á lifandi já, eða ekki? Jú já, ég ætla að trúa því með Will og þér og ég nefnilega tók ég bara þannig og við aðra á lífi sko, ég er svo bókstaflegur ég er bara, já, ok, hún er á lífi Þetta var svo brjálæslega dýra tökur að mæta til Ísland sko. Já, og var hún hérna? Millie Bobby? Já, heldur betur, já En bættu þið 3. forsögnu við CGI, veistu það? Er þetta til? Er þetta ekki nokkra tökur? Það var eitthvað að vera að tala um þetta eitthvað fyrr ég er svo lítið spenntur fyrir þessu landi og allir þessari meintu náttúrufegur sem að við eigum þegar þetta byrja að byrja, já hvað ætla að sé Ísland? Nei, þetta er Nýja-Sjáland Nei, þetta er Skotland Nei, jú, þetta er sennilega Ísland en svo, þá er þetta tvíkað Ísland því að þetta finnist hvergi sko. Nei, þetta var hann einhver foss og svo einhver bær En sem er alveg virðingavert að þeir hafa nefnt þessu með allt grínskrínt í þessum þætti sko. Þetta var sumt að þessu bara leit svo ógeðslega illa út Hvað fannst þér líta vest út? Þannig að þeir eru í Kamators eða hvað þetta er dæmið þarna Hvað er Kamators? Það er það sem Holly og Max eru, skilur við Já Og þau eru að horfa yfir eyðimörkinu og maður bara, veist þeir eru ekki svona að reyna Þetta er svo lélegt Nei, og maður er svolítið að standa ekki bara þetta er bara miklu af svona efni sem er að koma núna sem að, veist, er alveg með bara risa budget og allt það, sko bara gerast bara slopp í einhvern veginn í þessu og bara vera alveg sama Geti ekki með tekið einhverja bétökur og einhverju umhverfi skiluru og svo kannski svona nærmyndirnar af þeim eru kannski í grínskrín sko en svona white shot umhverfis myndatökur skiluru það er bara, nei þetta er bara að risa grínskrín bakgrunnur sko og þú ert að virða fyrir hvað þetta er flott og bara horfur á þetta bara, þetta er augljóslega teiknað Nei, svo þetta með hann endi því að ég finnst þetta verði ekki svona þessi endir er ekki að fara að skapa svo spjöld sjónvarpssögunar eins og Sopranos endurinn eða Breaking Bad eða neitt þannig sko en allt í lagi og svona það ekki, þú veist í mínum heimi þá er Tony Soprano ennþá lifandi ég sá hann ekki skotin í hausinn on screen þannig að það er þannig og Eleven líka
hvað ég er svona bara jákvæður og vill að allt sé flott og endi vel Fyndið, ég bara fatt alls ekki að þetta var eitthvað órætt ég var bara, hann er hún á lífi, við sjáum hana, hún er á lífi Kenningin að Kali hafi búið til einhvers konar sjónkörningu þær báðar séu á lífi því að hún dó eitthvað grunnsalega hratt með að við bara verið skotin í maðan innan gæslappa En þú allavega varst bara með þetta á hreinu hún var lifandi tók ég bara þannig Það er alveg Max og eitthvað svona persónurnar eru svona látnar efastumöndu er þetta svona? Já, ég kýs að trúa því og þá kjósa þú ella trúa því annars kjósa ella að vera vinir vil eftir að kemur út af skápnum það verður að vera svona kollektív trú þetta verið sannleikur Will var rosalega förðuleg persóna og átti að verða ykkur rosalega Harry Potter karakter Nei, ekki fyrstu, svo bara verður hann mjög fljótt svona frekar leiðilegur eða þreytandi Svona Harry Potter karakter svona The Chosen One Ég var líka bara það er bara að setja svo mikið upp fyrir þetta loka dæmi og svo bara skipta það ekki máli Þetta var eiginlega alltaf að fara að vera svona þetta var svolítið svona Game of Thrones seri 8 Nei, þetta er nú ekki svo slæmt Nei, þetta er ekki svo slæmt en þetta er bara svona margir sögufræðir og svo við ljúkum þessu bara svona og þessi konguló sem var svona dark og mjög mysterious hún er bara, þetta er bara CGI-skrinnsli Já, bara þegar hann stóð upp að ég bara, my god Svo þegar Steve og Dustin voru að stinga hana neðan ég ekki, nú deyja þeir kremjast Nei, Svo þannig að Lucas að henda vaskblöðurum í skrimsli sem var callback í fyrstu seríu ég var svona Þetta var við erum að tala um að bandaríski herinn réði ekki við hundana og svo bara eru þau þarna með spjót ykkur og Jonathan sem persóna bara þú veist hvað, Jonathan og svo reyndar endur þau saman leikarnir það er vel, Jonathan og Nancy og aftur, ég ætla að segja með Jonathan að allt það samband í fyrstu seríu, Jonathan, Nancy og Steve það var allt geðvegt það var bara, það var ógeðslega ég ætla ekki að segja ógeðslega flott þetta var bara svona þetta var bara svo geggja tension allt úthugsað og plottað í fyrstu seríu fannst mér miklu meira, allir karakterinn höfðu miklu meira svona einkennandi persónuleika skilurðu, sem að skeina alltaf í gegn og leiddi til átaka en núna eru allir vinnir og það er allir eins og það er allir með sömu skoðun, sömu sín á málið það er bara keirum þetta plott eitt tension með Steve og Dustin sem er einmitt svona sem virkaði líka bræðilega svo var þingað að því að svo líka voru færðir að fallast í faðma bara og voru þetta bestu vinnir alltaf einmitt það var Eri en hvað, bottom line þetta er allt í lagi eru þið sárir eða reiðir? Nei, einhver maður sagði alltaf lagi gott ég var, en veistu það ég var reyndar, ég ætla ekki að ljúga þig ég var svolítið tryggeraður yfir þvælunni orðasalutunum í alltaf löngum monologum það var að trilla mig á tímabili og hvað þá, síðan kemur einhver stór viðburður og það er bara allt kyrrt á 5 mínútum Já, og bara óbúslega cheap eitthvað, þessi mikli anstæðingur hann reynist ekki vera meiri fyrirstæðan en þetta Akkur var vekningi með nokkuð skrýmslega bara með sér Nei, til dæmis þess að loka kaptin í 4. þættinum þannig að það sem að Demogorgon sér ráðast inn í herstöðuna það var alveg flott skilurðu Þú veist að vekna öflugur í þeirri Já, það var svona innan gæsalappa því þetta er svo mikið tölvubralla en þetta var alveg cinematic þú veist maður svona maður hreyfst með og maður fann ekki fyrir að tíminn var að líða skilurðu en þessi loka sena þannig í loka þættinum var bara hún var skelfing Þetta var rosalega mikið svona, við verðum að drífa okkur, við höfum ekki tíma ekki setja Demogorgon, við getum ekki teknað þetta, við getum ekki tekið satri bara Eleven hoppar inn, tekur hann niður og festir hann og meðan er hinn að skjóta og hann veikist og er að reyna að bæra sig hann, getur það ekki og svo impeilar hún hann og svo kemur mamman og svo kemur allir hópurinn og mamman hekkur ánum hausinn og meðan spilum við karakterar sem hafa dáið. Ég ætla samt ég ætla nú ekki að ganga svo langt að þetta sé bömmir á pari við Game of Thrones season 8 en þetta er svipað þar þegar hvað heitir nú Maisie Williams kom allir på stökkband out of nowhere og bara tók frostkóngin niður bara what? Og allir að bíða eftir að Jon Snow og Night King myndi berjast Nei. En er þetta merki þegar síðasta serien er svona teigð og eins og með Game of Thrones skilur út alltaf bíða eftir stóru úrlustinni svona cheap er það merki að þeir veit ekki hvert þú voru að fara með þetta?
það fyrsta sem maður hlýtur alltaf að álíkta að bara, já, ok, þeir eru bara algjörlega komin út í skurð, sko, við veit ekkert hvað er að gera þeir eru að skera ykkur snörunni, sjálfur, sko og ég meina sérstaklega núna því að þessar kenningar hjá bara fólk hjá samfélagsmiðlum að vekna hefði bara plataði voru geðvikar, geggjaðar kenningar og mjög plausible gott, sko. En Duffy-bræðinni voru bara já, þetta hefur verið góð hugmynd ég sé það alveg fyrir mig bara svo eitt líka sem ég veikleiki hjá þessum bræðrum að bara, þetta nýbúið, sko þeir voru rosalega fljótir að bara tjá sig allan anskotan, sko svona, ekki kannski alveg að verja en samt að, verja og útskýra og þetta bladra svona mikið eitthvað sem voru búin að ljúka, sko það er ekki gott við svona annar er allar búin að segja að það hefur verið eitthvað veikur og mér hlensu eitthvað, hefði betur ekki farið í eitthvað viðtöl við Total Film eða eitthvað, sko þetta er svona, þetta er ekki góð tilfinning þú þarf strax að byrja eitthvað neina að útskýra þig og réttlæta og við ætlum aldrei að hafa þetta svona, sko Já, þetta er bara, þetta er svona Terminator Alien vandamál, sko að byrja með ógeðslega einfaldri og flottri hugmynd og svo þarf þetta að fara að teygja það eitthvað í eitthvað stærra þá ertu kannski ekki alveg með svörin sem að þarf, sko Svo má líka velta bara fyrir sér hvort þetta sé bara orðið eitthvað svona popkultúral vandamál, sko búin að vera með óbúslega vinsala séri sem gengur lengi er kannski bara ekki hægt að slúta henni þannig að það verði ekki alltaf allt brjálað eða eitthvað, sko, þetta ekki en það er góð pæling, sko, fyrir grænlendinga ef að bandarskerin ræður ekki við þessa hundahanna í þarna Stranger Things bara sleppa bara sleiða hundunum lausum þegar Trumparinn kemur með þegar hnikla vöðvana það, sko þeir eru mín motherfucker, sko sleiða hundanir já, ég hef alveg verið þarna tvisvar, sko Þú hefur verið í Grænlandi tvisvar? Alveg rétt Er það svona brjálæður? Já, þeir er náttúrulega illa að fara með Hvað varst þú að gera í Grænlandi? Ég fór að horfa á eitthvað fólk tefla þetta bara með Hrafni Jökuls Já, þetta Ég verða að nefna bara réttina samsæriskenninganöttarinn Murray, hann var eiginlega upp á skartunum í söllu Axel Péturinn þeirra þarna í Hawkins frábær nági og leikarinn Brett Gelman, alveg æðislu en það er mitt akkurat dæmi svona karakter sem verður alveg sko, hann var svo geggjær í þessu fyrir serju hann var svo góðu kontrast við allt sem er í gangi skilur við svo rennur hann saman með allspartir sko. Og er orðin svona eitthvað svona fixer hann sólóðin í genginu smikla einhverju dótið nákvæmlega bara segi bara í rauninni sko bara handritið í þessa 5. seríu hvað var þungt og í rauninni bara þú veist það var allt gert að lengja það sko en að móti kemur með að lengja það þá ertu ekki svona að expanda á karakterina Nei og þetta 3 ár, sko. Hvað voru það að gera við allan tíma? Og dula fylst ákvörðun eins og þú sagði ráðan Byggi, að færa tensionið á Holly litlu stelpuna sem var bara flott stóð sér ekkert eðla vel, var eiginlega breakout stari bara í þessu þáttum eitthvað svona rauðhettu tilbrið, svona ævintýra stelpa í svona svo það var líka, hún klæddi svo rauðet alltaf tíma ég bara, ok, það verður eitthvað svona eitthvað grímsævintýra eitthvað ekki neitt einmitt sko samt var hún í þessum búning for a reason sko þessi þáttu bara skiljum eftir bara með þá spurningu getur Millie Bobby Brown leikið? Já, bara þú verður bara að býða sig á það kemur vandalega eitthvað í ljós sko en já eitt í samt sko það þarf ekki að vorka þessu krökkum neitt sko Guð mig góður hvað er mikið að penning sko nákvæmlega þú veist já það verður gaman að fylgjast með þeim það er nú samt engum gott að eiga svona mikið pening nei, þetta er alveg eitthvað lífmanns ég vil ekki sjá þetta betur að vinna bara í fiski sko og það eru meira hömbul og já, blaða með sko leggja geðhilsuna og líkamlega þessu undir fyrir ekki neitt hvað fannst þér það? Hún sagðist alltaf velja sér framtíð í blaðamennsku varst ekki bara, ég vina minn Jó, ég er samt alltaf ég stend alltaf svolítið blaðamannstögin er þannig að ég held alltaf svolítið með blaðamannsfólkinu sko það var að Nancy sem sagði Nancy alltaf er blaðamaður og svo líka Ethan Hawke sem lótnáð þáttum, hann er svona eitthvað mjög dulafullur rannsóknarblaðamaður true story-an ok, minn maður Vistu, ég bara byrjaði aðeins að horfa á þetta og svo, nú er hann blaðamaður, þá gef ég þessu séns þá þurfa að mæla með þessu Svo þú ekki búin að klára þetta? Nei, ég er ekki búin að klára þetta Datt út úr þessu En mun horfa, Pluribus, amazing Já, ég ætla að fara í blind í Pluribus Já, ég er bara verður að gera sko. Byggi, geðu þetta að fá þig Sömulegis, takk fyrir að hafa mig Já, bara alltaf velkomin, þú kemur kannski 3 ára þess ári
Já, við fáum miklu oftar. Já, við verðum að gera það. Það er ekki það. Viltu segja eitthvað, Tóti? Hvað er það? Nei, ég held að þessi þáttur sé að skríða yfir að sé orðin lengsti þáttur efer, klukkutími og 18 á skeiklugunni, vil ekki slúta þessu bara? Jú.